Kæru vinir, góðu verðlaunahafar, í annað sinn erum við að veita barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur, en þau eru veitt fyrir óbirt handrit að barna- og unglingasögu. Þó tímar séu óvenlegir, þá held ég að hafi aldrei verið eins mikilvægt að rithöfundar landsins skrifi góðar bækur fyrir fólk á öllum aldri og augljóst að bókaútgáfa má aldrei stoppa þótt samfélagið hafi stöðvast í nokkrar vikur. Eins og þeir sem fylgjast með bókmenntum muna hlaut Bergrún Íris Sævarsdóttir þessi verðlaun í fyrra fyrir hina frábæru bók Kennarinn sem hvarf, en hún hefur notið mikilla vinsælda hjá krökkum og laumukrökkum alveg síðan bókin kom út. Það má segja að þessi nýju handritaverðlaun hafi því farið glimrandi vel á stað, en þeim er ætlað að hvetja til metnaðarfullra að skrifa fyrir börn og unglinga og verðlaunaupphæðin er 1 milljón króna. Fyrirmyndin var að sömuleyti sótt til þess að bókmenntaverðlaun Tómasar Guðmundssonar eru veitt fyrir óbirt handritað ljóðabók og hafa með sínum hætti orðið til þess að lyfta og vera svona inngangur fyrir nýja og reyndari höfunda inn á til nýrra lesenda, og þegar við vildum lyfta barna- og unglingabókum að þá var auðvitað engin ósk heitari en að fá að kenna þau við Guðrúnu Helgadóttur, hinn ásæla borgarlistamann Reykjavíkur 2017, en auðvitað elskaðan rithöfund til áratuga. Guðrún hefur gefið okkur svo ótrúlega margar góða bækur sem hafa glatt kynslóð lesenda á öllum aldri og eru löngu orðnar klassískar. Í ár voru nær 50 handrit send inn í samkeppnina og það var því mjög vandasamt verk fyrir dómnefndina að velja eitt þeirra. Það er gaman að segja frá því að nefndin naut aðstoð 2 lesenda úr 7. bekk Háteigsskóla sem við þökkum kærlega fyrir mikilvægt framlag. En nú er komið að því að tilkynna hvaða splunkunýja saga hlýtur barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur í ár. Barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur árið 2020 hljótaðar Ardís Þórarinsdóttir og Hulda Sigrún Bjarnadóttir fyrir söguna Blokkin á heimsenda. Já, megið þið endilega koma hér. Mér langaði til að lesa hér úr umsögn dómnefndar. Í henni segir handritið meðal annars að þetta sé grípandi saga með gamansömum tón. Hún segir frá fjölskyldu sem er vön nútímaþægindum en þarf að segja skilið við sitt hefðbundna líf til að komast í gegnum erfiða tíma. Hljómar nú afskaplega kunnulega. Fjölskyldan verður strandaglópur á eyju þar sem er fámennt samfélag og allir þurfa að leggja sitt að mörkum og læra að taka ekki öllu sem gefnu. Þetta er efni sem á kannski enn meira einandi við okkur í dag en þegar bókin var skrifuð. En í umsögninni segir líka að það megi með sanni segja að arfleifð Guðrúnar Helgadóttur svífi yfir vötnunum í sögunni þar sem horfir á samfélag fullorðinna með augum barnsins og þar sé nú ekki allt eins og best verður á kosið. Með samstöðu og samhygð komist sögupersónur þá vel frá verki. Þetta finnst mér vera sérstaklega góð áminning til okkar á þeim tíma sem við lifum núna, en auðvitað á þetta alltaf vel við. En það er gaman að segja frá því að Blokkin á heimsenda kemur út á bók hjá Forlaginu í dag, þannig að spenntir lesendur þurfa ekki að bíða eftir því að fá að lesa þessa spennandi sögu, heldur bara að drífa sig út í bókabúð. Til hamingju Ardís og Hulda Sigrún og til hamingju lesendur með splunkunýja og spennandi bók fyrir sumarið. Gjörðu svo vel. Og gjörðu svo vel. Og svo gefum við þeim gott klapp.
Og þá þessari verðlauna afhendingu og athöfn lokið og við göngum glöð inn í bókasumarið.